fyrir helgi boðuðu ASÍ, BSRB og Kennarasamband Íslands til mótmæla á morgun, þriðjudag, á Austurvelli á deginum sem þingsetning fer fram. Þingið að koma úr mjög löngu sumarfríi og verkalýðshreyfingin að partar af henni ætla að vera þarna, mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda, mótmæla auðræðinu, hreinlega túlka ég þetta sem, enda hefur verkalýðshreyfingin verið nokkuð hryllilega svikin og við gerð kjarasamninganna og það sem kom á eftir því og það nú ekki í fyrsta skipti. Þannig að við hvetjum alla, við ungu sósíalistanir sem höldum utan þennan þátt að mæta á Austurvöll á morgun upp úr 16, dagskráin byrjar klukkan 16:30 og við nokkrir sósíalistar og aktivistar tókum okkur til og ákvaðum að setja upp tjald á Austurvelli á morgun, samstöðu tjaldið. Það verður þarna áður en mótmælin byrja og aðeins eftir á til stuðnings verkalýðshreyfingunni, launafólki í landinu en líka til að sýna samstöðu með Palestínu og minna þingheim á að það þjóðarmorð í gangi í Palestínu og þeim ber skylda til þess að gera eitthvað í því að bregðast við, fordæma það, styðja málsókn Suður Afríku. Þannig að endilega mætið þangað. Það gerist ekkert nema við gerum eitthvað, þingið hlustar ekki nema við látum heyra í okkur. En til þess að ræða mótmælin og verkalýðshreyfinguna, stjórnmálin almennt, eru sest hérna hjá mér tvenn sósíalistar, tvö sósíalísk, Sæþór Benjamin Randalsson og Marja Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Sæl. Hæ. Marja hefur verið aktivisti, starfað með No Borders, verið svolítið með okkur sósíalistum. Nú, hvernig líst ykkur á þessi mótmæli? Þið eruð sammála þeim, þið styðið það að þessu að fara fram? Já, alveg. Mér finnst bara fólk ætti að mótmæla sem ofta, sko, ef því misboðið þá vil ég bara að það fari og gera eitthvað í málunum. Eins og þú sagðir, þá gerist ekki neitt þegar við gerum eitthvað. Og ég held að sko, samfélagið í heild og þá það ekki bara verkalýðshreyfingin heldur við sem til dæmis koma að málefnum innflytjenda og vinnum í kringum hælisleitendamálin og svo það líka bara foreldrar, ég meina og henni ýmsu hópar í samfélaginu eru bara svolítið komnir með upp í kóka, fá ekki stærri sneið af kökunni. Það af nógu að taka í dag, einmitt, hvernig ástandið orðið. Heilbrigðiskerfið bara að liggja í rústum allavega með hvernig það var áður, maður fær alltaf tíma hjá lækni, verkalýðshreyfingin kemur saman og gerir mjög svona ábyrgðarfulla samninga að halda, sko, hafa launahækkanir ekki drosa háar að því að Seðlabankinn og fjármálaöflin á landinu að halda því fram að háar launahækkanir myndu reka áfram verðbólgu og svo sko, ekki komið til móts við verkalýðshreyfinguna eins og gert var ráð fyrir við gerð þessara samninga. Hvernig líst þér á þessu, Sæþór? Ég var partur af samninganefnd sem var að semja verðbólgur og mér finnst það, ég var að hugsa að kannski það verður aldrei uppfyllt en það var worth a try af því við vorum að prófa að fá bara launahækkun síðast og það var etin upp strax með verðbólgur svo við vorum að einbeita okkur á verðbólgur í þessi samningsumræður en já, það svo mörg dæmi sem sýnir að þeir ekki að vinna fyrir okkar. Ég með smá dæmi af merki sem ég bjó til fyrir morgundaginn sem sýnir á þessi litla herbergi. Fólk sem hlusta á þetta stendur burt með kapitalist einræði. Já. Så mér finnst þegar við hugsum báðir Palestínu og líka verðbólgur og húsnæði, það sést hver alþingi að þjóna. Af því þetta ekkert mistök eða að þeir gera sem best og það bara ekki nóg. Þeir fara fram í United Nations og samþykkja það sem Bandaríkjunum að gera. Þessi heimsvalda stefnu að halda upp allt sem Ísrael gerir og það hægt að mæla hvað Íslandingar langar að gera en samt að vinna fyrir Washington í þessi mál. Allir hugsa húsnæði en það gróður mikið pening fyrir báðir bankar sem að gefa út fasteigналán og líka þessi stærsta fjármagn sem byggja hús og líka þessi stór leigusala eins og Almu og
Brynju og hinnir. Svo þeir að vinna fyrir auðstjættin og svo við þurfum að sýna að það ekkert í lagi, af því ef þeir gera það og engin kvarta, engin í uppnámi, þá kannski það í lagi. Einmitt, ef við látum þetta yfir eitthvað ganga. Nú segja margir að fólk sé alltaf að gera sitt besta. Að ef maður að gagnrýna harðlega einhverja stjórnmálamenn, þá segja sumir að þau eru nú samt að reyna sitt besta, okkur svona harður og eitthvað svona. En þegar maður horfir á aðgerðir fólks en hlustar ekki eins mikið á það sem þau segja og horfir bara á hvað þau gera, að þá lítur það nú þannig út að það sem þau geri algjörlega í hag ákveðins auðvalds á landinu. Þeir eru að gera sitt besta fyrir auðvaldið, það má segja það. Já, líka við erum fullt núna af þessi, ég veit ekki hvernig að segja það á íslensku, en manufactured opposition. Svo við erum með þessi flokkur sem mjög open að þjóna auðstjættin og svo það flokkur sem að leika eins og þeir andstæðingar og það mörg dæmi í Bretland, í Bandaríkjum, í Frakland. Það nauðsynlegt að hafa eitthvað leysir fyrir þessi andstæðingur og orku almenna fólk sem ekkert ánægður. Svo það koma alltaf endalaus eitthvað útkomu sem lítur út eins og eitthvað þeir gerast en ekkert lagað. Þetta bara kannski besta dæmi Affordable Care Act under Obama. Allir langar í alvöru heilbrigðiskerfi en fólk sem var að fylgjast með smáatriði, þetta var allan tíma þeir var að vinna og halda áfram með kapitalískar kerfið sem var vandamálið og við erum aftur í sama Bandaríkjamenn aftur í sama mál með heilbrigðisþjónustu sem ekkert hægt að borga. Það stundum framleitt svona sýndar stjórnarandstöður allavega að taka ákveðni flokkar ákveðin öfl sér það hlutverk einhvern veginn virðist vera allavega eins og Obama sem að lofar heilbrigðisþjónustu fyrir alla og svo fær hann þingmeirihluta í báðum þingum mikinn þingmeirihluta en hann einhvern veginn hættir við bara að íta í gegn því sem hann hafði lofað og missir meirihlutan á þingi og endar á einhverjum milli drastlir hreinlega sem að hann kemur í gegn með republikanunum og það veitir á milljónum manns heilbrigðisþjónustu en peningarnir úr ríkissjóði að streyma inn í tryggingafyrirtækin, tryggingafyrirtækin í Bandaríkjunum. Já. Það svona þessi miðjumennska og við sjáum þetta sama með Kamilu Harris sem hefur nú gríðarlega stuðning republikanum í Bandaríkjunum og margir svona yfirlýstir gamlir jaxlar sem að þarf svona fylgjast á bak við hana raunverulega vegna þess að Donald Trump þykir nú bara fasisti og smá svona grín fígúra en líka vegna þess að Kamala sem þessi miðjumanneskja hún fer fram með mjög hægri sinnuð mál. Við höfum séð þetta líka hér á Íslandi og við sjáum þetta til dæmis í samfylkingunni. Ég meina við höfum verið að fylgjast með Kristrúnu Frostadóttur taka upp þessi svona efnahagsmál svolítið út á hægri vænginn og ég held að bara svo ég tali fyrir mitt leyti að fólk, ungt fólk á mínum aldri, bara þetta þrítugt og fertugt, við finnum það bara á eigin skinni að þetta ekki nóg. Við þurfum eitthvað meira. Ég get bara nefnt dæmi fjölskyldur sem stendur mér mjög nærri, sem að gat í fyrsta sinn keypt sér íbúð. Þau keyptu sér íbúð með 3 börn, ungt fólk, bæði ofboðslega vel og fínt menntuð með sín námslán á bakinu. Þau sjá fyrir sér, þau geta hann að fara og keypt sér hús. Þetta gerist fyrir 1 ári síðan, en bara á 1 ári hafa afborganir þeirra hækkað upp úr öllu valdi og núna er þetta hreinlega orðið þannig að þau eiga ekki fyrir bara íþróttum barnanna eða einhverju svona hliðarspori sem að gætu verið veikindi. Það engin varasjóður að grípa í. Ég held að þetta sé svona það sem að hinn almenni borgari að horfast í augu við voðalega mikið núna og þess vegna svo mikilvægt að við mætum sem flest á morgun.
Já, við þurfum að láta þingið heyra í okkur að því að einmitt Sigurður Ingi kemur í fréttirnar og segir að það liggi á að selja restina af hlut ríkisins í Íslandsbanka fyrir áramót, segir Sigurður Ingi þegar einmitt afborganirnar eru að hækka svona gigantískt mikið og þó kannski þú sért komin af leigumarkaðinum að þá ertu bara komin í eitthvað svona skuldaþrælkuna sem að þú veist getur varla keypt almennilega inn að borða og svo framvegis, sumir í þeirri stöðu, nokkuð hrikalegt. Já, ég bara get sagt, ég í þeirri stöðu, ég á leigumarkaði, ég ein með 1 barn og ég á leigumarkaði og ég sé ekki fram á það að koma mér nokkuð tíman þaðan ef að heldur áfram sem horfir. Þannig að ég veit alveg, ég verð þannig að mótmæla alveg hreint nokkrum hlutum á morgun en þetta auðvitað einn af þeim. Það ætti ekki að vera svona erfitt að ná endum saman og lifa af á Íslandi. Hér matarverð upp úr öllu valdi og launin einhvern veginn haldast ekki í hendur við þessa kröfu neyslu á Íslandi. Þannig að eitthvað verðum við að gera. Já, við eigum líka ekki að gleyma að þetta alltaf kerfi sem allir með sitt part og svo ef það ólýðræðislegt ríkisstjórn, þeir þarf líka hjálp frá fjölmiðlun og þessi influencer hásett millistjætt að útskýra það sem ekki gagnrýna og halda upp að þeir að gera sem best. Svo þetta oft endalaust afsökun eða þeir mála fólk eins og Kamalu eða Keir Starmer sem eitthvað alvöru andstæðingar eða þeir ekki með annan val eða svoleiðis og þeir hjálpa með útskýring og þetta oft út af það kom eitthvað refsing ef þeir byrjar að vera alvöru andstæðingar báðir politikus eins og Bernie Sanders eða Jeremy Corbyn, þeir voru ekkert alvöru róttæk menn, þeir voru ekkert andstæðingar kapitalismi, þeir voru með eitthvað málamiðlun leysir fyrir vandmálið en samt út af þeir var með alvöru plan sem þarf að taka alvöru reglur og nýja lög, þá kom allt á gegn þeim, ekkert báðir nútíma ríkisstjórn, það kom líka allt blaðamenn, allt fólk á sjónvarp og útvarp var að taka þátt að útskýra þeim sem vondir og við sjá til dæmis líka blaðamenn sem að hjálpa að gagnrýna þetta. Nú það fólk að vera handtekin í Þýskaland, í Frakland, í Bretland, í Bandaríkjunum og þess vegna af því þeir þarf að stöðva alvöru útskýring af því þetta alltaf meiri og meiri ósanngjarnt og það fáir og fáir sem ennþá halda því öryggi. Svo þessi útskýring eins og nú blekking í Bandaríkjunum að það engin verðbólgur. Það engin atvinnumál með störf og það svo augljóslega fyrir fólk sem kann ekki að borga fyrir mat sem að dvala í skammtíma hótel eða bíl, það virkar ekki. En svo þeir að leita eftir útskýring en þetta mjög mikilvægt að það kom ekkert mjög góð útskýringar einhver sem get afblekja málið. Svo þetta líka kerfi sem ekkert bara ríkisstjórn að kenna, það líka margar sem vel launa sem taka þátt í þessi blekking. Og í Bandaríkjunum þá eru þau nú komin miklu lengra en við leyfum mér að vona allavega í svona auðræði. Þar sem að þú veist, það bara nýlega búið að sína rannsóknir sem sína fram á það að þú veist, í 90% tilvika þá vinna þeir kandidatar til beggja þingana sem fá mest fjárframlög frá einkaaðilum, frá fyrirtækjum og svo framvegis. Það bara peningarnir vinna og peningarnir tala og peningarnir ráða og það bara þannig. Þannig kannski ekki alveg eins svæsið orðið hjá okkur. En þú átt við að hvernig auðvaldið reynir einhvern veginn að búa til bæði svona gerfi skýringar á því hvað að gerast, reyna að koma með einhverjar útskýringar sem að passa ekki alveg, er ekki raunverulegar, er ekki að lýsa því sem í alvörinu að gerast, til þess að svona svolítið afvegalega fólk frá því sem ætti að gerast og sem þyrfti að gera til þess að koma því á laggirnar sem þarf að gerast.
og ég ætla að mæta á morgun og mér finnst mótmæling mjög mikilvægt en við þurfum líka að sjá að það mikilvægt að hafa báðir mótmælingu orku og líka pólitík völd að fara með á sama tíma. Svo góð dæmi af bara eitt sem virkar ekki í Frakkland. Það var vinstri flokkur sem var að sigra hjá kosningatíma en nú að Macron að segja nei. Þeir ekki með góð tenging við verkalýðin og þeir get ekki skipuleggja mótmæling að bara fá þessi alvöru sigrun með stjórnvöld. Eða í Ísrael, það var þeir langar að gera verkfall að fá gíslingur tilbaka og við getum gagnrýna þessi allt sem að gerast en það var dæmt ólöglegt strax og svo verkalýðsins var að stöðva verkfallin. Það ekkert ennþá í gangi af því það var dæmt ólöglegt og þeir ekki með stjórnvald að fara með og við með eigin dæmi þegar búsaldsbylting við vorum að fá nýja kosning og fólk var í mikið uppnámi með mjög langa mótmæling en þá kom ekkert samband með alvöru flokkar sem var tilbúin að nota þessi orku í nýja átt og nú við í sama vandamál aftur. Það nefnilega búið að vera svolítið kannski á Íslandi, í búsáhaldabyltingunni árin eftir hrun að þá var þessi stóra mótmælabylgja og reyndar þetta líka saga sem hefur gerst í Evrópu, Bandaríkjunum með Occupy Wall Street og í Miðausturlöndunum með arabíska vorinu svo kallaða. Það sem þú ert með þessa svona byltingarkendu orku og það eru stóru hlutir að gerast kannski og fólk að fylla torgin viku eftir viku og eins og hér að þá var ríkisstjórninni bólað frá. En í raun komust engar raunverulegar úrbætur á að það var þarna vinstri ríkisstjórn sem tók við tíma en hún sveik mjög margt þó að hún hafi náð árangri með ýmislegt. Þannig að það vantar kannski eitthvað svona meira skipulagðara. Það ekki nóg að þó við þurfum að mæta á mótmæli en þá það í sjálfu sér ekki nóg heldur að því við þurfum eitthvað svona stofnanir, þurfum einhverjar svona hreyfingar sem að geta beitt sér pólitískt til þess að ná hlutum í gegn og halda stöðu fólks, stöðu almennings inn í þessum stjórnkerfum. Ég held að það sé líka bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að hér höfum við ákveðin öfl sem að hafa verið við stjórn í mjög langan tíma og það sem að þessi ákveðinu öfl hafa gert að þau hafa hagað löggjafunum einmitt svolítið eftir sínu höfði þannig að það mjög erfitt að ætla sér að koma glænýr og ferskur með kröfur beint úr mótmælunum inn á þingið og ætla sér að breyta einhverju til langstíma. Það er heila málið líka þannig að við þurfum að átta okkur á því, við þurfum að umbylta alveg bara gjörsamlega öllu. Það þarf að breyta því hvernig við hugsum yfirvaldið og ríkisstofnanirnar og svo líka bara laga umhverfið í heild. Þannig að það þarf ef eitthvað tímann þurft að taka til þá það núna. Og þetta mikils að vinna líka. Það alltaf gott að hafa það í huga ef við náum þessu almennilega í gegn að við erum svo ríkt land að það á enginn að vera hér í fátækt, það allir að hafa öruggt húsnæði, allir að fá heilbrigðisþjónustu, geta farið í skóla og svo framvegis. Ég meina við sjáum bara, ef við skoðum bara myndum bara skoða verka landsframleiðslu á ári versus hversu fá við erum hana, þá þetta ekkert eitthvað flókið reikningsdæmi, við ættum öll að geta haft það ansi gott, en svo ekki raunin og hinn hópurinn sem að hefur það bara svolítið erfitt og ég held að sé líka það er engin gríðaleg stéttarvitund á Íslandi og við höfum kannski bara svolítið fórum bara úr því að vera bændastéttin og svo yfirvaldið í að verða bara svolítið svona nútíma samfélag og þetta gerist mjög hratt og fyrir vikið þá upplifi ég svo mikið ég get bara tala út frá sjálfur mér en í kringum mig að það er mikið af fólki sem telur sér til einhverju millistétt en þegar það svo að tala við mig og ég útskýri fyrir þeim bara nei, þú tilheyrir einhverju millistétt, þú nærði ekki einu svona endum saman og ég held að við þurfum, ansi margir sé að vakna upp í vondadraum, þau sé að fatta akkurat þetta, við erum orðin ansi mörg sem að erum bara við og undir fátæktarmörk samkvæmt opinberum viðmiðum þannig að bara því fyrr sem við horfumst í augu við þann veruleika því betra og því auðvitað fjölmennari verður hreyfingin mótmælin. Því að það skiptir gríðarlegu máli að þingheimur finni
fyrir þessu, að finna fyrir að fólk ekki ánægt með þetta og lætu finna fyrir sér við munum Guttormslægin fáum hérna forsíðu frá Morgunblaðinu þegar það átti sér stað 1932, þetta á Wikipedia sem lýsir Guttormslæginum og þarna sem sagt fyrirsögn hjá Morgunblaðinu, það var Samfylkingin, sósíalistar og kommunistar og þetta gamla Samfylkingin, ekki svo sem við þekkjum í dag, gerðu í gær út árás gegn bæjarstjórn og lögreglu. Þá ætlaði sem sagt bæjarstjórn að lækka kaup í atvinnubótavinnu og mjög margir voru atvinnulausir eftir kreppuna miklu, áttu svarta binda og sósíalistar, kommunistar mættu þarna, létu heldur betur í sér heyra. Það kom til átaka við lögregluna og mótmælin hættu ekki fyrir en að það var búið að lofa því að þessi ákvörðun var tekin tilbaka, launin voru ekki lækkuð, þannig að þetta tókst þarna en þetta eru svolítið aðrir tímar, kannski ennþá harðara í árinni þarna, en þurfum við kannski ykkur að svipaða orku í dag? Já, það svo gott að læra frá sögunni og það ástæðin að við erum að fá pínu hreinsað sögubækur. Ég var sérstaklega gefin hreinsað sögubækur í Bandaríkjunum og þegar besta dæmi báðir nýja díl undir Roosevelt og líka þegar okkar velferðarkerfi var sett upp, atvinnuleysisbætur og eftirlaun og allt. Það var báðir sögulega mótmæling og líka það var flokkur. Það var kommunistar, það var sósíalistar og það var mjög róttæk stéttarfélagsleiðtogir og svo það var teymisvinnu að sýna að það var ekkert hægt að halda áfram, að ríkisstjórn var búin að missa trú og líka alvöru flokkur sem var tilbúin að þá að framveisla eitthvað nýja lög og ef þeir var að missa eitt eða hinn, það verður ekkert ná kraftur að setja þessi inn. Það var langafi George Prescott Bush, fyrsta Bush forseti sem var búið til áætlan að drepa Roosevelt. Það var mjög ríkir kapitalistar sem langar ekkert að fá þessi hæri skatt og svo þeir var að hugsa að gera kú á ríkisstjórn og það var bara út af hermaður sem þeir langar að vera nýja valdið. Hann sagði, nei takk og var að leka planið. En þetta var nauðsynlegt að hafa báða mótmæling og líka nýja ríkisstjórn sem var tilbúin að framfæra þessi orku í gegn. Svo ef við erum bara með mótmæling, þetta líka gott fyrir okkar að læra, af því við erum búin að sjá hvað gerist með búsaldsbyrting og þá við getum líka mótmæli hér og sjá, býtu, af hverju enginn að hlusta? Kannski þessi ekkert fólk sem hlustar aldrei og við þum nýja hópa fólk. Ég held að sko og ástæðan fyrir því, ég velti þessu oft fyrir mér að því að hvers vegna mótmæli eru ekki sterkara afl hér á landi heldur en raun ber vitni. Af hverju mæti ekki fleiri á útifundina og þessa samstöðufundi sem hafa verið í gangi og ég hugsa að hluta til þá það auðvitað vegna þess að fólk við búum í kapitalísku samfélagi sem að einblínir á einstaklingin og við erum bara orðin svo fráhverf samfélaginu og samfélagsvitundinni að þetta einhvern veginn ekki til í hugmyndafræði fólks lengur að fara út og standa með samfélaginu sínu og ég held að við þurfum og það mjög mikilvægt, ég búin að vera að skoða til dæmis ef við tökum sem dæmi bara þjóðkirkjan og það má finnast alls konar hana og trúarbrögð almennt en leið og við fórum að hætta að stunda þjóðkirkjuna af einhverjum mætti að því að kirkjan eru þetta samfélag þá fer þarna líka að verða svolítið losarlegt á annað svona samfélags og önnur samfélagshreyfing þannig að við þó að ég sé ekki að hvetja til alla til þess að fara í kirkju þá ég að segja að þá verður að koma eitthvað annað á móti og við þurfum að finna fyrir okkur þarf að líða meira eins og við séum ekki bara ein að því að við erum ekki bara ein og við erum samfélag og við erum til þess að grípa hvort annað og það nefnilega það sem svolítið
gott og maður finnur það svolítið sterkt þegar maður mætir á samstöðufundi og mótmæli og annað eins og ég held að sko, og það megi heimfæra þetta á svo margt, ég meina fólk hundóanægt, það á þunglyndislyfjum og því líður illa, börnin okkar eru ofbeldisfyllri og þetta helst allt í hendur við einmitt þessa einstaklingshyggju, kapitalisman og hvernig við erum búin að klippa bara á samfélagið. Og allt sem þú segir rétt, en mér finnst það sérstaklega sorglegt af því þetta ástæðan ég flutt frá Bandaríkjunum hér. Þegar ég tala við bandarísk túristar, þeir spyrja oft af hverju flyttið þú frá Bandaríkjunum og svarið var alltaf mér langaði að búa í alvöru samfélag. Af því Bandaríkjunum það ekki til, ég þurfti að flytja frá austurströndinni yfir í vesturströndinni sem eins lengi frá Ísland til Spáni að fá vinnu og svo ég var að heimsækja foreldra mína bara einu sinni tvísvar á ári. Allir systkini mín á heima í annar bæ, líka allt frændi og frænka. Þetta ekkert samfélag líka þegar með eftir heimstríð nummer 2, þeir var að plana þessi bær sem mjög breytt og allir þarf að vera með engabílar og það engin rútukerfi eða lestakerfi, svo þetta mjög einmanna samfélag með engin velferðkerfi og þess vegna ég flutt til Íslands og nú ég sé að Ísland eld eftir Bandaríkjum og ég ekki nei, not this way. Varð. No, the bridge is out. Fyrir tengda pabbi minn, blessu sér minning hans, hann opnaði svolítið augu mín fyrir þessu, Dýri Guðmundsson og var fótboltamaður og mikill svona samfélagskall og hann sagði, hún fannst svo rosalega erfitt, hann bjó í úthverfi og svo rosalega erfitt að fólk var hætt að bjóða góðan daginn og það fór bara alltaf inn í einkabílinn sinn og svo bara keyrði það í burt og svo bara kom það heim og það bara lokaði útidyrahurðinni og það var engin úti á götu og þegar hann sagði þetta þá fór ég að hugsa, býtu, jú, þetta málið, fólk að vinna svo langa vinnudag, það gerir allt og sækir sína þjónustu út í bæ, það þarf að nota bílinn sinn, það hittir aldrei neitt. Nú, ég bjó í London lengi, mörg ár og þar hittist fólk í almenningssamgöngunum. Sko, þú ert með bankaköllunum og fátækafólkinu og mömmunni og dagmömmunni og þú veist, og pólitíkusunum og öllum, það bara allir saman í tjúpunu og þar verður bara meira segja pínu lítil svona, þú veist, það verður svona moment fyrir samkennd. Þó að það sé kannski alveg kapitalist samfélag og Ísland, þá hittur þau allavega fólk. Það eitthvað svona almannarými þannig sem fólk það bara það sem fólk hittist, einmitt. Og mér finnst það mjög mikilvægt að við lærðum aftur hvernig báðir vera samfélag og líka að halda eða koma aftur með lýðræði af því við erum í djúp krísu hér á Ísland en við erum svo tengt við Bandaríkjunum og vestræna land í heild og þeir í miklu stærri krísu. Ef maður að skoða hvernig dollarakerfi og líka þessi djúp skuld sem Bandaríkjum inn og þeir á sama tíma þeir að missa nýlendar sínar sem þeir var að nýta. Þetta flókið en þeir verður mjög hratt í mjög djúp hrun og krísu og við erum alltaf að fara með í sama tíma. Ef Bandaríkjum í hrun þá kom hrun fyrir Ísland og svo ef við erum með sama bara eingirning, engin velferðkerfi, allt í bara sprengi í sundur sem við erum með núna, það verður bara samt lengri versna og mjög stór mál og við erum nú þegar ósatt með hvernig það gengur. Við þurfum að plana báði fyrir að leysa máli sem við erum með nú þegar og vera tilbúin fyrir stæri. Það þessi góð teiknimynd sem með 2-3 báru og allt stæri en hinnir og allir heldur bara næstan vandamálið en það þá stæri á eftir og svo stæri á eftir. Rýma kannski smávið eins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR hefur varað við að we ain't seen nothing yet eða það að segja að þetta mun versna áfram sérstaklega ef ekkert að gert og eins og í húsnæðismálum bara við sjáum að það ekkert framundan þar þá einkavæða bankana þeir eru tilbúinir að hækka vextina líka á verðtryggðu lánunum
bara veisla, segja bankarnir, segja eigendur bankarna eða þeir sem stjórna hana, að þau vilja græða áfram 20 milljarða og það sem þú ert að nefna að það margir sem spá því að það geti komið djúp kreppa í Bandaríkjunum út af mörgum ástæðum og ef að það gerist og við erum ekki undirbúin, ef við erum ekki komin með aðeins félagslegra hagkerfi og sjálfstæðara að þá ef allt einkavætt út úr landinu og við fáum ekki að nýta auðlindirnar okkar og til þess að byggja upp samfélagið í heild sinni að þá nú bara voðinn vís. Já, en þessi mótmæling líka, ég mikið til að gera það, ég ætla að mæta á morgun, en þetta mjög kaos í mótmæling. Það miklu betur að hafa kerfi sem virkar. Svo ef allir mun eftir sumarið 2020, það var þegar Black Lives Matter var í stærsta kraftur eftir George Floyd voru drepnir og ein af stærsta bær sem það gerist voru heimabærin minn, Richmond, Virginia og það var með langa, mjög fína vegur með dýrasta hús sem heitir Monument Avenue og á hverjum hringtorg risastór styttur fyrir hermenn sem var að berjast að halda áfram með þrælukerfi af því Virginia var höfuðborgarsvæði Suðurfylki sem var að prófa að bara fara fram frá Bandaríkjunum og vera suður Bandaríkjuna og halda áfram með þrælukerfi. Svo þeir var með þessi risastór styttur og það var svo mikið graffiti og fólk með slippirokkur og keðju og pakkbíl og ég á eina vinn, hann á þessi styttur nefnd sem passar með viðhald og allir og hann var að kvarta hversu kaotíska það verður betur að taka þetta inn í safnið og hafa merki með kontekst og af hverju samt þeir falleg skulptúra en fyrir slæma ástæðin en ég sagði já en þið voru með marga tækifæri að taka þetta niður. Þetta ekkert nýja fréttir af Richmond næstum helmingin svartir og þessi fólk mjög óánægðir og búin að kvarta og komi borgarfulltrúi fund og safna undirskrift og kvarta þessi skulptúra og ekkert var gert en það hefði verið rétt kerfi að koma með krana og sitja inn í safnið og enginn var skemmt en út af enginn var að hlusta það kom svo mikið uppnámi að loksins kom þessi kaos og þetta ekkert besta leið. Það á að vera hægt að kjósa og fá stefnu sem þessi fólk var að lofa hjá kosningatími en við með svo mikið svíkara þá við að lenda í mótmæling aftur og aftur. Við þurfum alltaf einhvern veginn að lenda á vegg áður en eitthvað breytist og við þurfum alltaf að lenda á vegg og þá verðum við brjálæðislega reið eftir að kannski hafa beðið hlutina aftur og aftur og aftur eins og segir og þá verður allt ofboðslega kaotískt og þegar fólk verður reitt og þá verður til eitthvað svona og ég tala mikið fyrir því, mér finnst reiði, það búið að svipta okkur svolítið reiðinni og reiðin svo mikilvæg tilfinninga því að þegar við erum reið þá gerist eitthvað og reiði auðvitað bara eina af þessum tilfinningum, þú veist sem við höfum sem manneskjur en reiðin breytingarafl og núna finnur svolítið mikið af fólkinu í íslensku samfélagi fyrir ákveðni reiði í garð yfirvalda og ég held að sé bara einmitt að beisla þessa dýrmætu orku í að gera eitthvað, boða hér bara einhverja byltingu, við viljum fá einmitt stærri sneið af kökunni, við viljum fá meira fyrir okkur sjálf, við viljum að öllum líði vel í samfélaginu okkar og við viljum ekki þurfa að standa í því að mótmæla, við viljum gleðjast yfir því að þing komi saman, en við erum ekkert voðalega glöði yfir því. Nei. Það líka mjög hættulegt af því þessi orku frá fólk sem finnst samfélag ósanngjarnt, þá það mikið orku á borðið og það hægt fyrir illmenni eða fascistar að safna upp þessi orku og lofa eitthvað laust og við erum með mörg dæmi af það en oftast þetta fascismi bara tól sem kapitalísk einræði að sækja frá verkfærakisti af því ef það kom mótmæling það oftast hóp sem nú þegar skipulagt eins og stéttarfélag sem best til að draga vinnu úr hagfræðinkerfi og þá hægt að stoppa eitthvað ólýðræðislegt ríkisstjórn. Svo allt fascistar var alltaf fyrst og fremst
að banna og eyðala stéttafélag af því þeir langar bara þessi óskipulegt orku sem hægt að lofa eitthvað og líka kenna einhver hóp, þetta þeim að kenna samt það var ríkisstjórn við vald allan tíma við veitum hver í alvöru en þetta líka tengt með fjölmiðlu og hásett millistétt sem útskýri ekki rétt og samþykja þessi blekking og halda áfram með þessi kenning, þetta þessi hóp að kenna eða þessi hóp að kenna og ég var nýlega draga upp, ég var að minna þessi mjög góð setning en ég gleymdi hver saði þetta og ég held fyrst það var Hannah Arendt sem skrifaði, ég gleymdi bækið hennar en ég fann loksins, það var gaurinn kempara, hann var að skrifa dagbók hverjum degi og var lífandi allan tíma á milli Þýskaland þegar það breyst og allan tíma inn í Third Reich og hann var að tala ef hann var yfir refsingartími hann hefði líklegt að lausa flest leiðtogir af því kannski þeir var að gera sem best líka næstum allt lásett herramenn af því þeir var bara að fylgjast með stefnu en prófessor og intellectuals og sérfræðingur hann langar að hanga frá ljósastöðin af því þetta var þeim að kenna ekki að útskýra, ekki að afblekja og allan tíma fekk góð laun svo þeir var alltaf að hugsa sjálfan sér og var ekki að taka neinn ábyrgð það útskýra af því þeir langar ekki að vera rekin eða vera óvelkomi í cocktailparty eða eitthvað. Svona pólitískur réttrúnaður, það sem þú mátt ekki benda fílinn inn í herbygginu og bara nýta þess að vera í þessari þægilegri stöðu og horfi bara upp á Hitler rísa til valda og taki við stjórnkerfið og hreins út verkalýðshreyfinguna og þú segir ekki neitt. Já, og þessi millistétt svo áhugavert af því þetta við erum í raun bara með tvær stétt. Það fólk sem vinnar, sem þarf að koma daglega inn í markaðurinn með vinnu að fá mat og orku og leigupening svo þeir lífandi næsta dag og svo fjármagnir eða auðstéttin sem vinnur ekki og kom inn í markaðurinn með peningin en þeir var búin auðstéttin svo sem skipuleggja samfélag og var að búa til þessi millistétt sem fekk meiri verðlaun og meiri réttindi svo þeir hugsa meira auðstéttin og útskýra og taka þessi störf sem að halda áfram með þessi blekking. Svo millistétt þýðir í alvöru bara pínu meiri öryggi en þessi fátækir. En þetta pínu djöfla samband. Þú að selja pínu partar af sálinn að fá þessi hæri laun. Þetta er svo fallvöld staða að tilheyra þessari millistétt því að þú ert svo háður yfir stéttinni í einhverju svona trickle down að þú þorir eiginlega ekkert að rugga bátnum og það er auðvitað bara ekki gott. Það er vandamálið. En þetta mjög áhugavert í Bandaríkjunum þeir búin að gera svo mikið árás á stéttafélag að þessi millimenn má ekki vera í stéttafélag. Sekundamaður manager þú bannað að vera inn í stéttafélag og svo þetta líka það sést hvernig það virkar og það ekkert mörg þessi millimenn sem kvarta það af því þeir af hverju þarf ég stéttafélag ég með no pening, ég með no frídagar og fæðingarorlof og af hverju þarf ég að berjast en það gefur leikinn og reglur pínu með þessi lög sem þeir má ekki vera inn í stéttafélag. Það er ein stétt sem að mig langar að hvetja til þess að mæta á morgun sem að ég fór nú bara að hugsa það eru tónlistafólk. Núna eru tónlistafólk býr við bara nýjan veruleika því að það eru allir tónleikastaðir, litli tónleikastaðir, þeir eru allir horfnir einhvern veginn úr almennarýminu. Og ég veit að það er mikil reiði á meðal þessa hóps vegna þess að það hefur verið mjög harkalega vegið að þeirra tilveru og þeirra svona tækifærum bara til þess að koma fram hreinlega. Ég heyrði af hljómsveit sem er nú bara nokkuð vinsæl hljómsveit að það hafði komið til tals þeirra á meðal að bara, þú veist, slá kannski bara upp tónleikum eitthvað þar úti af því að þeir einhvern veginn það var ekkert annað
annað í boði. Þetta sko túrismin, þessi massatúrismi sem hefur verið í gangi núna og við erum að sjá bara núna niður í miðbæ. Ég bý í bænum og ég verð mjög mikið vör við þennan óbærslega ágang túrista sem eru að kaupa sér einhverja upplifun af Íslandi sem er kannski ekki alveg rétt. Með því að loka tónleikastöðum og breyta þeim í hótel og gistirými fyrir þennan massatúrisma og ég meina þetta, þú veist, það er talað um þetta skili ykkur í þjóðbúið en þetta náttúrulega skila sér helst í vasana á ykkurum eigundum í ferðaþjónustunni. Skulum alveg átta okkur af því, þú veist, þannig að það er ekkert eins og við finnum neitt óbúslega mikið fyrir því og ég get ekki sagt, ég finna það mikið á mínu eigin skinni hvað við séum óbúslega, höfum það rosalega gott út af ferðaþjónustunni og það er líka bara eitthvað sem má alveg segja upp átt og við, að því að þú veist, það hefur ekkert rosalega mikið breyst í okkar lífum eftir að það fór að koma svo mikið að túristum til Íslands. Það eru bara einhverju nokkri kellingar sem urðu ríkari. En þetta, mér langar til þess að hvetja tónlistafólk líka, bara að því að það getur bara verið hreinlega ein blokk af fólki sem hefur og býr núna við breytta stöðu og lifir við afkomu ótta, náttúrulega bara alveg svo restin af okkur vegna þessara stöðu og þetta er eitthvað sem að stjórnvöld þurfa bara að grípa inn í eittur og strax að því að það er auðvitað ekkert samfélag ef það er ekki menning. Og einmitt að þú veist ekki bara það að almannarýmin séu svolítið horfin frá tónlistafólki og hvað þá að reyna að finna einhvern bílskúr til þess að æfa sig í og svo framvegis að þá líka er tónlistin þeirra sett upp á miðla eins og Spotify sem eru að arðræna tónlistafólk bara allan heiminn í kring alveg hryllilega. Það er líka mjög áhugavert þessi nýjasta slúður eða fréttir Diddy, þessi gaur sem nú það stór dómsmál að hann var með öryggiskerfi inn í húsið og það er mikið blackmail í gang með tónlist og það lítur út eins og sama mál með Epstein að þeir með leynilöggan að stýra allir tónlistakerfi og það fer svo djúp að sama fólk sem á plötu útgáfa fyrirtæki á líka engafangelsi. Svo þeir að stýra all tónlist að vera glæpu að fá meiri glæpu í gang svo fleiri fer inn í fangelsi sem þeir að fá peningin frá. Svo þetta mjög sjúkt djúp kerfi. Við sjáum líka í Hollywood að ef maður að setja heratækni, stríðrekki og þóttu og svoleiðis, þá Pentagon fékk ritstjórn á skriftið. Þeir mátt skrifa og breyta hvernig það sést, eins og með nýjasta Top Gun. Þeir var að breyta hvaða land var óvinnir og hvernig það sést. Svona propaganda. Já, svo fólk sem ekki að fara djúp inn í smá atriði þessi menning og stemning byrja að vera bara hreint áróður að halda kerfið áfram og þá fólk sem ég vann 15 ár sem tölvuleikir listamaður og ég vann með hóp í Los Angeles sem þá þurfti að gera stríðs áróður. Þeir var að gera inn í tölvuleikum og þeir með svo góð laun í svo dýrt bær þeir var ekki að hugsa að segja nei með þessi áróður af því þeir þarft að halda áfram með þessi laun. Þetta eins og þessi mjög þungur halsmenn sem bindi maður. Sem kann að finnast þetta hljóma rosa svona samsærislega kennt sko en googlið þetta og sjáuð að Pentagonið hefur puttana í alveg ótal mörgu þegar kemur að Hollywood og tónlist og tölvuleikjum verja alveg ótrúlega miklum fjárhæðum í þetta og hafa mikla hagsmuni af. Vegna þess að menning svo mikilvæg til þess að
hún svona límið í samfélagunum og það sem heldur samfélagum saman og þegar þú ert farin að uppræta menningu þá ertu auðvitað farin að leysa upp fjöldan og þegar þú ert farin að leysa upp fjöldan þá hefur auðvitað minna mótmælum og fólk hefur svona minna, það upplifir minni stuðning og það er eitt og bara nákvæmlega eins og vorum að segja hérna upphafi. Það er svona, þú veist, það verður það vegur, einstaklingshyggjan vegur þyngra einhvern veginn í lífið þeirra. Það upplifir sig ekki partur af hóp. Það er svona, bara enn og aftur verði ég bara að hvetja sem flesta hópa til þess að koma á mótmælin á morgun, hvort sem þau tilheyri téðum verkalýðsfélögum eða ekki, því að þetta varðar okkur öll. Já, og líka þegar maður mætt, skoða hversu margar mætt og þá horfa á hvernig það talað í fréttir á eftir og líka hvernig talsmenn flokkur tala þetta og sérstaklega þingmenn og forsætisráðherra ef hann segir eitthvað og sjá þessi djúp virðingarleysi sem sýnt af því þetta við erum fólk sem vinnur allt hagfræðinkerfi það haldið áfram með verkalýðsins við mætum ekkert hjá vinnu ekkert gert og svo þess vegna við eigum að vera beint með lýðræði en samt það endalaust þessi virðingarleysi sem kannski þeir ruglaður og við þurfum að munna þeim. Já, það er svolítið okkar hlutverk líka. Þetta eru þetta fólk í vinnu fyrir okkur og ef við erum óbúslega óánægð með þau þá verðum við að láta þau vita. Stjórnvöld mega ekki vera svo valdamikil að fólk sé hrætt við að tjá sig gegn þeim. Það bara gengur ekki upp af því að þá erum við bara farin að búa við fasisma. Og þess vegna þeir var nýlega að nota píparúðar á mótmælingar. Svo ég veit ekki, ég sendi mynd af mér, ég mæti hjá mótmæling á gegn lögreglu ofbeldi og ég var sérstaklega að tala rafbyssur af því í Bandaríkjunum þeir framleiðsla taser rafbyssur sem nú þeir búin að panta og þessi sama fyrirtæki borga fyrir rannsóknin sem sýnir að þeir ekkert hættulegt og þeir fer svo djúp, þeir borgar ekkert fyrir gerfi rannsók, þeir með teymi af borgað læknir og hjúkrunarfræðing í stærsta bæir eins og Los Angeles og New York og ef einhver að fara til spítala út af rafbyssur þessi fólk fer beint í spítala að vera sú sem skoðar fórnarlambið og segja nei, það var ekkert rafbyssur, það var hjartaafli. Reuters gerði mjög góða úttekt á einmitt rafbyssuframleiðendunum sem að Íslenska ríkið var að kaupa af. Það var það sem að kemur einmitt í ljós að dauðsföll eru mun tíðari og þau eru kannski líka svo lítið óþekkt einmitt vegna þess að framleiðendurnir eru alltaf þetta möndla í rannsóknunum og það séu í rauninni fleiri hópar sem eru útsettir fyrir alvarlegri örkumlun eða dauða þegar þeir verða fyrir rafbyssuskoti. Þetta eru þá fólk með geðsjúkdóma, það eru með háan blóðþrýsting, sykursýki, það er svona ýmislegt sem eða bara undir áhrifum og það er svona margt sem spilar hann inn í og ég hvet einmitt ef þeir sem eru að hlusta eða horfa að leita af þessum greinum. Þetta var Reuters, ég held að hafi bara verið núna í mars eða maí eitthvað svoleiðis. Þar hafi verið eitt svona exposure þetta tiltekna fyrirtæki sem heitir, ég man ekki alveg hvað heitir, Ax eitthvað. Já, Taser og Reuters Já, Taser og Reuters, já, einmitt. Það er ýmislegt að lesa þarna þetta, því að ég meina þetta er auðvitað mjög alvarlegt mál. Það sem gerist að dómsmálaráðherra, þáverandi, hann fer fram þarna í skjóli nætur og hann býr til reglugerð þar sem hann heimilar rafvopn til lögreglu. Með engin umræður fyrir almenning og engin umræður inn í Alþingi. Ekkert. Það var kom fullt framleitt beint inn í lög og það sem mér finnst mjög áhugavert og hversu líklegt bandarísk lögreglur, íslensk lögreglur að haga sér af í Bandaríkjunum þeir fann að 90% af ofbeldis kvört bara 1 eða 2 manneskjur per
bær. Svo það var hægt ef þeir var að hugsa í alvöru þessi skoðun fyrir lögreglur að rannsaka og refsa þessi eða reka þessi eða tveir. En þeir haldar áfram af því það gott að hafa þessi ofbeldismenn að lausa á mótmælingar eða fólk sem að vera sendt úr íbúðir. Og ég lærði hjá þessi mótmæling að Íslandslöggan með sama vandamál. Það einn eða tveir sem næstum allt ofbeldis kvört sama gaur og hann alltaf sendt að vera fyrst og fremst. Og svo fólk sem reglulega að mótmæla veit, ok, hér ofbeldisgaur tilbúin að hræða mig að nota réttindi mínar. Svo líka við sem samfélagi sem að stöndum núna frammi fyrir því að það var framin hérna skelfilegu glæpur þar sem að ungmenni eiga hlut og við getum einhvern veginn ekki á sama tíma og við fordæmum vopnaburð ungmenna verið að vopnvæða lögregluna af því þetta helst í hendur. Við erum ekki að fara fight fire with fire í þessum efnum eða öðrum. Við þurfum bara að taka utan þetta heildstætt. Við getum ekki leyft lögreglunni að ganga fram með ofbeldi gegn borgurum á meðan að við ætlum svo að fordæma krakkan okkar fyrir að gera nákvæmlega það sem fyrir þeim haft. Já, og líka ef vopnar lögreglur stöðva glæpu, þá Bandaríkjunum á að vera með nein glæpu. Af því þessi lögreglumenn með þyrlu, stríðdrekki, háhrista rifflar, Brynvarinn faratæki þeir með allt vopnar sem til beint frá herinn og það var undir Obamus þessi pening kom að kaupa auka heratækni en ég man og það rannsókn sem heitir vopnar effect, the weapons effect og þetta hvernig maður sem sjá vopnar það hækir almenna ofbeldi og hvernig fólk hugsa ofbeldi og ég fer ekkert aftur til Bandaríkjunum af því mér finnst það of mikið ofbeldi og mér langar ekkert að lenda í því og ég fór í mall og ég var að telja, ég sá 10 lögreglumenn með sýnilegt handbyssur og svo líka 10 enga öryggismenn sem var mall-starfsmenn sem var líka með eigin handbyssur. Við erum að og allir var bara að versla og eins og það var ekkert bara vopnar út allt en þetta sama samfélag sem með reglulega skólaskjóting sem með fólk sem skjóta á vegurinn bara úr bílinn svo þetta hvað gerist þegar það vopnar að hella yfir allt og svo við erum aftur að elda eftir Bandaríkjunum í þessu. Og við sjáum bara að lögregla kallar eftir auknum fjárframlögum frá ríkinu til þess að bregðast við ofbeldi en við náttúrulega eins og þú segir lögregla kemur aldrei í veg fyrir glæpi. Lögregla kemur alltaf á staðinn eftir að glæpur hefur verið framinn og þegar mér finnst ekkert að því að efla rannsóknarlögregluna sem getur tekist á við glæpi eftir að þeir hafa verið framdir. Hins vegar sé ég ekki alveg tilgangin í að fjölga götulöggum og manneskjum með vopn út á götu til þess að bregðast við einhverju sem að þeir get ekki komið í veg fyrir. Þetta er svona oxymoron. Já, að nefna aftur allt bandarísk skólar með minnstakosti eina löggan á stað. Vopnuð. Svo þeir nú þegar með löggan á stað en það ekkert einu sinni sem þessi lögreglumann hefur stöðva mass shooting í skólan. Þessi 2 nýjasta ég var að leita voru lögreglan inn í skólan, já. En samt þeir alltaf bara hlaupa út og svo allt glæpur klára og svo þeir fer inn á eftir. En ef það kom Palestínumótmæling eða fólk sem að reyna að halda fólk inn í húsið og vera ekkert sendt út frá bankan eða eitthvað, þá kom löggan með vopnar og tilbúin að sýna þeim, nota þeim. Svo ég sé að þetta ekkert til að stöðva glæpu, þetta til að hræða almennir, ekkert að nota mótmæling svo þessi ólýðræðislegt kapitalíska einræði get halda áfram. Og við sem erum í svona verkastétt erum ekki í þessu auðvaldi sem þarf ekki að vinna sem getur lifað á eignarhaldi einu, sem sagt lifað á vinnu annara, ættum að átta okkur á því að svona hervæðing og vígbúnaður lögreglunar og ríkisins, þessu mun vera beint gegn okkur, ekki gegn yfirstéttinni.
Og ég meina við sjáum þess að þróun núna bara hérna í síðustu viku var sagt frá því á samstöðinni að nýnemaballið í menntaskólanum í Reykjavík var með sérstakann viðbúnað þar sem var hérna einhver svona málmleitarvél og hérna og hvaða skilabúð erum við að senda ungmennunum okkar. Þetta á að vera gleðistund að fara á nýnemaball í menntaskólanum sínum sko, þetta eru ungmenni, þau eru klár og þau eru búin að vinna vel að þessu til þess að komast inn í sína skóla og þau eru að hefja sín fullorðins ár og hver eru skilabúðin sem við sendum þeim þegar við glæpavæðum þau áður en þau gera nokkuð af sér. Og við vantreystum þeim með þessum hætti. Ég meina, með svona búum við til óvinni sko, hérna samfélagsins. Og það líka tengt við stjætt að því í Bandaríkjunum þegar með þessi málmskólaratæki bara í almenna fátækskólar. Í þessi engaskólar sem ríkir börnin fyrir, það ekkert lagreglan í þessi skólar og þeir þarf ekkert að fara á milli þessi málmskólara. Svo þetta líka að sýna að staðfesta þessi stjættakerfi hvaða börn alin upp með þessi endalaus skoðun og hver bara lalala, engin... Svo það líka, það þetta sem að lögreglan hefur verið að biðja með forvirkur rannsóknarheimildum og forvirkar rannsóknarheimildir einmitt, þeim beint að ákveðnum hópum í samfélaginu. Ég veit bara eins og í Englandi, þar eru svona forvirkar heimildir sem að heita bara profiling og þar má lögreglan, götulögreglan, hún má prófíla fólk ef henni finnst þau vera eitthvað grunsamleg, þá hægt að leita á þeim. Þetta það sem íslenska lögreglan hefur talað fyrir, að þeir megi, ef að einhver lögreglumaður í hópnum, ef að hann grunar að einhver í almenningi gæti verið með eitthvað í hyggju, að hann hafi þá heimild til þess að fara bara og leita á honum. Þetta, og ég meina það ekkert mál að sýna fram á það, þetta náttúrulega, þessu beint gegn svörtu fólki í Bretlandi, nær eingöngu. Og það líka ekki gott í þessi gisku. Þeir var búin að gera rannsóknin í New York þessi sama mál og ég gleymdi alvöru númer en það var eitthvað hræðilegt. Það var eins og 1 af 20 svartir sem þeir var að stoppa og leita var með eitthvað og það var eins og 1 af 2 af hvítir sem var með eitthvað. Svo þeir var bara að gera áreiti á fólk sem var lítandi bara af því þeir var með eigin fordómu. Svo það var ekkert inn í ástæðin heldur. Það ekkert sem það verði gott ef þeir var að giska rétt en þeir að giska rangt. Einmitt, það þyrfti þá að sko áður en við færum í að einu svona hugsa út í einhverja svona heimildir þá þyrftum við að sko uppræta með öllu sko kerfisbundin rasisma og hérna og einmitt þessa fordóma gegn sko lægri stéttum samfélagsins líka. Þurfum að fara mjög varlega í þetta allt saman og mótmælaði bara harðlega að það engar raunverulegar forsendur fyrir því að þetta sé gert á sama tíma að við sjáum efnahagsstöðuna eins og hún hvað með að byrja þar. Hérna raunverulegu bófa, þá sem að taka og draga til sín fé, þá sem að taka til sín bara allar okkar eigur, auðlindir, þá sem að stinga þeim í vasan, þessar sem að eru með greiði ekki skatta þegar þeir eru með auðinn sinn á okkur tortólu eigum og kannski stundum sýnt í Panama-skjalin. Einmitt, og þú veist að þannig að hinir raunverulegu glæpamenn, þeir einhvern veginn komast upp með hvað sem þeir lenda ekki í að vera stuðaðir með rafvopnum, en svo það fólk sem einfaldlega bara að reyna að lifa af. Það kannski lendir svolítið undir. Það lást hérna einmitt. Fátækt fólk í viðkvæmari stöðu, það verður fyrir barðinu á þessari vættu lögreglu, en fjárglæpamennirnir í hvítu skyrtunum og jökkunum, þeir komast undan. Hvar lögreglan þá? Það var gerð úttekt á þessu að kíkt á þetta eftir fyrirspurn á Alþingi til fjármálaráðuneytisins umfang skattaundanskota og samkvæmt þeirri skýrslu sem kom held í 2017 og þá voru það 80 milljarðar á ári sem þau fundu hverju einasta ári sem verið að ræna úr ríkissjóð, skattar sem að auðmenn hefðu átt að greiða. En tvennt sem ég langaði að tala áður en við förum aftur að menningunni svolítið og í bandaríska samhenginu að þar varð til svona ný tónlistarstefna úr götunni má segja hip-hop
og það var til að byrja með á margan hátt rosa svona framsækið afl sem var að sameina fólk og var að deila þekkingu og meðvitund, auka meðvitund stéttastöðu og samkennd og fleira og svo svona yfir tíman þetta verður mjög vinsælt með hljómsveitum eins og N2FA og svo eftir áratugi að svo ertu komið með listamenn eins og 50 Cent sem að, já, nafnið gefur til kynna 50 Cent menningin einhvern veginn hip-hop stefnan breyttist rosalega mikið varð einhvers konar neyslu vara úr því sem það var áður einhvers konar grassrootar sameiningar afl Þetta er bara dæmi það þegar kapitalismin læsir klónum í hvað sem við getum tekið hvað sem sem dæmi, við getum tekið hérna bananarækt einhvers staðar í Suður Ameríku, við getum tekið tónlistina og menninguna, það skiptir ekki máli að því að kapitalismin snýst alltaf að hámarka og hann snýst alltaf að hámarka gróðan fyrir einhvern einn á toppnum og þegar kapitalismin hefur innreið sína í tónlista og menningarlíf þá á það ekkert síður við og það sem er gert að þeir íta undir einhverja og ég meina og svo þetta líka svo þurfum við að athuga það er líka ákveðin influence ég meina við ætlum ekki að kynda undir menningu eða tónlista sem að fólk fighting the power heldur ætlum við hins vegar að við ætlum að gera kapitalísku kerfi mjög hátt undir höfði við ætlum að svona dömmu heimsku væða allt saman og það smítast allt. Við horfum á nú feminismi notað til að koma með stríðhaugir til valds yfir vestræna land. Ég sé sem hommi hvernig hinsegin málið nú bara eins og heimsvaldastefnu spjót að réttlæta innrás á óvinir Bandaríkjunum og ekkert lengur mannréttindi lengur og það var líka gert með Black Lives Matter og Civil Rights Movement og þetta með þessi stemning sem ræður allt og með einræði það ekkert öruggt undir það þeir get sveigja allt samband með þessi vald og þeir gerir það endalaust með allt og svo við ekkert lengur með alvöru stemning fyrir okkar eigin hóp sem byrjaði eins og þú sagði með hip-hop eða með kvennabaráttu eða með að fá bara grunn mannréttindi fyrir hinsegin fólk nú það búin að vera smítað og eitthvað annað sem þjóna kapitalismi í staðin fyrir okkar í þessi hópar. Og ég myndi mæla með að fólk að bara googla þetta, að þetta hljómar svolítið samsæriskenningalegt sko, og kannski helst ekki googla reyndar, notið frekar DuckDuckGo eða eitthvað svoleiðis að því að Google verður svo mikið auglýsingaverksmiðja að þið sjáuð ekki endilega svona dót sérstaklega eitthvað svona viðkvæmt. Þið getur googlað Congress of Cultural Freedom, CIA-tengingar, þið getur líka googlað eða fullkomin dæmi núna með Telegram. Það svo mikið eftir Elon Musk keypti Twitter og hann var að deila allt þessi upplýsing að FBI og CIA var með eigin herbergi og líka það var gert í Facebook og það var svo mikið árás á TikTok til nú þetta allt á milli Cisco fyrirtæki sem bara CIA cutout og svo Telegram var að neita að ritstjórna og svo Frakkland var að handteka framkvæmdastjóri en það nú kom í ljós að hann var boðið í kvöldmat sem frá Macron svo þetta var einhvað veislusvík að fá eitthvað bakhurð inn í Telegram af því þetta kannski besta app að læra góð upplýsing Palestínu eða Úkraín eða Sahel þjóðin. Það svo mörg sem ef maður bara að horfa á Face eða bara YouTube, maður fekk bandarísk hugmyndir. Google reyndar orðið svo slæmt sér maður að því að það búið rannsóknarblaðamenn hafa tekið saman einmitt hvernig fólk úr NSA og CIA í Bandaríkjunum að fara inn í tækniri svona Google, YouTube, Facebook og allt þetta. Það bara virðist vera það sem kallað revolving door að þau fara fram og tilbaka úr þessum stofnunum. En ef þú googlar þetta að það kemur ekkert upp. Já, það nýja flokkur í Bandaríkjum, ACP, American Communist Party og það hægt að leita
á Google American Communist Party og í staðin fyrir alvöru vefsíðu þeirra sem mjög vel hægt að finna, það fer til gamla CPUSA sem að mæla með að meðlima þeirra kjós demokrater og Kamala Harris. Så þeir að stýra fólk sem hefur áhuga í nýja flokkur inn í gamlan. Og það er þetta komið með svona stjórna anstöðins og talaður að því að Communist Party USA, gamli flokkurinn sem að að mörgu leyti góðsagnakendur og hefur haft mjög mikil áhrif á Bandaríkin, að þeir núna styðja demokratana og mótmæla bara hreinlega ekkert þjóðamorðinu að neinu ráði. En þá einmitt komið að þessum lokapunkti sem einmitt að við þurfum raunverulegt lýðræði. Ef við værum með raunverulegt lýðræði þá værum við ekki að standa frammi fyrir þessum vandamálum sem við sjáum í dag og það er eitt sem að fólk hefur nefnt í tengslum við Palestínu, mótmælin og fleira, að við getum mótmælt, við getum sagt okkar skoðun og komið út og svo framvegis, en valdhöfum í raun er alveg sama ef að við náum ekki að segja við þau einhvern veginn gerið þetta eða við munum leggja niður störf. Eða við munum ekki kjósa ykkur og svo framvegis. Og þá þurfum við að skipuleggja okkur í verkalýðsfélögum sem geta tekið sér saman og skipulagt slíka baráttu í stjórnmálaflokkum sem eru raunverulega lýðræðislegir og fara eftir vilja félagsmanna til þess að ná fram breytingum. Af því að ef það er þannig að við mótmælum og svo einhvern veginn endar það bara þannig að í næstu kosningum þá nær Sjálfstæðisflokkurinn rosa mikilli kosningu og ykkur svokallaður vinstri flokkur fer síðan bara stjórn með þeim og svíkur allt saman, að þá bara gerist ekkert. Aftur og aftur. Þannig að við þurfum einhvern veginn að vinna þessu. Ég er ekki með svörin en við ætlum að mótmæla á morgun. Við ætlum að mótmæla á morgun, já. Hvetjum alla til að koma. Það er líka... Klukkan 2 er gott að mæta á Austurvöll, þá vorum við örugglega komin upp með tjald en formlega dagskráin frá ASÍ og þessum bandalegum verkalýðsfélaga fyrir fram 16:30. Já, og við þurfum líka að einbeita okkar, koma í mótmæling en líka hugsa kosninga næst, af því við erum með tækifæri. Ég trúir ennþá að við erum að kjósa í raun í Bandaríkjunum, ég held ekki. Ég traustir ekkert þessi kerfi. En hér ég held að pappirinn minn sem ég setir inn, einhver að telja það. Svo við getum skipta og kjósa nýja hóp eða flokkur eða sína hvað við langar í eitthvað nýtt. Af því þetta er nauðsynlegt. Ekkert bara mótmælt, þá samt þetta mjög mikilvægt. Við þurfum að vera duglegar og taka þátt í stéttarfélag, líka í kosningu, líka að fylgjast með smáatriði á milli, svo við þurfum ekki að blekkast með þessi svíkskilabóð. Það er svo oft sem fólk segir að það eru vandamál og þau eru sammála fólk almennt en þið líður einmitt eins og það get ekkert gert. En raunin er að það getur gert eitthvað, en það bara, við kannski erum búin að gleyma hvernig það að gera það og kunna það ekki alveg. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að bara sem flest komi á morgun og bara komið og finnið í samfélagið ykkar. Bara fyrir það eitt að finna samfélagið ykkar og bara eiga samtöl við fólk sem er bara í svipaðri eða alveg stöðu og bara tengjast inn í samfélagið aftur. Ég held að það sé bara númer 1, 2 og 3 að öðruvísi myndum við ekki neina hreyfingu og ekkert afl. Já, þetta er bólusetning á gegn nihilismi. Þetta er eitthvað sem er sett inn í okkar að það er ekkert hægt að breyta, það er ekkert hægt að gera neitt og ef ég tala við vinnu minn í Bandaríkjunum, þeir er svo vonlaus af því það er ekkert samfélag lengur, allt sem er í bóði er Trump og Kamala og fólk, þeir að hugsa það kom ekkert, svo þeir að byrja að drekka meira, reykja meira, hugsa bara mat og PlayStation og þeir er mjög dapur og svo við eigum ekkert að gefast inn með þessi tilfinning, það er svo skemmtilegt að berjast, taka þátt, hitta fleiri sem er ekkert búin að gefast upp og það byggja orku í staðan fyrir að drepa orku. Heyr, nákvæmlega. Mætum á morgun, finnum samstöðuna, byggjum upp samhug og sameiginlegan vilja og látum þingið heyri í okkur. Látum þeim vita að við erum ekki ánægð með það sem þau eru að gera. Burt með kapitaliska innræðið. María og Sæþór, takk hérlega og þið góðu gestir, takk. Ég vona að við sjáum sem flest þarna á